Fyrra Tímóteusarbréf 5. kafli. Ávita þú ekki aldraðan mann harðlega, heldur áminnan sem föður, yngri menn sem bræður, aldraðar konur sem mæður, ungar konur sem systur í öllum hreinleika. Heiðra ekkjur sem í raun og veru eru ekkjur, en ef einhver ekki á börn eða barnabörn, þá læri þau fyrst og fremst að sýna rækt eigin heimili og endurgjalda foreldrum sínum, því að það er þóknanlegt fyrir augliti Guðs. Sú sem er í raun og veru ekkja og er orðin munaðarlaus, festir von sína á Guði og er stöðugt í ákalli og bænum nótt og dag. En hinn bílífa er dauð, þó að hún lifi. Brýn þetta fyrir þeim til þess að þær séu óaðfinnanlegar. En ef einhver sér eigi fyrir sínum, sérstaklega heimilismönnum, þá hefur hann afneitað trúnni og er verri en vantrúaður. Ekkja sé ekki tekin að skrá yfir ekkjur, nema hún sé orðin fullra 60 ára, eingift og lofsamlega kunn að góðum verkum. Hún verður að hafa fóstrað börn, sýnt gestrisni, þvegið fætur heilagra, hjálpað bágstöddum og lagt stund á hvert gott verk. En taka ekki við ungum ekkjum, þegar þær verða gjálífar afrækja þær Krist, vilja giftast og gerast á sekar að brjóta sitt fyrra heit, og jafnframt temja þær sér iðjuleysi, rápandi hús úr húsi, ekki einungis iðjulausar, heldur einnig málugar og hlutsamar og tala það sem eigi ber að tala. Ég vil því að ungar ekkjur giftist, ali börn, stjórni heimili og gefi mótstöðumanninum ekkert tilefni til illmælis. Nokkrar hafa þegar horfið frá til fylgis við Satan. Ef trúið kona á fyrir ekkjum að sjá, skal hún sjá fyrir þeim og eigi hafi söfnuðurinn þyngsli af, til þess að hann geti veitt hjálpina þeim sem ekkjur eru og einstæðar. Öldungar þeir sem veita góða fórstöðu séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst þeir sem erfiða í orðinu og í kennslu. Því að ritningin segir, þú skalt ekki múlbinda uxan er hann þreskir, og verður er verkamaðurinn launa sinna. Tak þú ekki við kæru gegn öldungi nema 2 eða 3 vottar beri. Ávita brotlega í viðurvist allra, til þess að hinir megi hafa ótta. Ég heiti á þig fyrir augliti Guðs og Krists Jesú og hinna útvöldu engla að þú gætir þess á nokkurs fordóms og gerir ekkert af vilfylgi. Eigi skalt þú fljótráðið leggja hendur yfir nokkurn mann, taka eigi heldur þátt í annarra syndum, varðveit sjálfan þig hreinan. Ver þú ekki lengur að drekka vatn, heldur skalt þú neita lítils eins af víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Syndirnar hjá sumum mönnum eru í augum uppi og eru komnar á undan þegar dæma skal, en hjá sumum koma þær líka á eftir. Á sama hátt eru góðverkin augljós og þau sem eru það ekki munu ekki geta dulist. Fyrra Tímóteusarbréf 7. kafli. Allir þeir sem eru ánauðugir þrælar skulu sýna húsbændum sínum allan skyldugan heiður til þess að ekki verði lastmælt nafni Guðs og kenningunni. En þeir sem trúaða húsbændur eiga skulu ekki lítilsvirða þá vegna þess að þeir eru bræður, heldur þjóni þeim því betur sem þeir eru trúaðir og elskaðir og kappkosta að gjöra góð verk. Kenn þú þetta og áminn það. Ef einhver fer með annarlegar kenningar og fylgir ekki hinum heilnæmu orðum Drottins vors Jesú Krists og því sem guðrekni vor kennir, þá hefur hann ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sóttekinn af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjark og þraðs hugspilltra manna sem eru sneiddir sannleikanum en skoða guðhræðsluna sem gróðaveg. Já, guðhræðslan samfara nægjusemi er mikill gróðavegur. Því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði, þá látum oss það nægja. En þeir sem ríkir vilja verða, falla í freistni og snöru og allskyns óviturlegar og skaðlegar fýsnir sökkva mönnunum niður í tortímingu og glötun. Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkrir vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, en stundar réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðulyndi og hóvarð. Berstu trúarina góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guð sem veitur öllu líf
og fyrir augliti Krist Jesú gjörði góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi, gæt þú boðorðsins lýtalaust, óaðfinnanlega, allt til endurkomu drottins vors Jesú Krist, sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana og drottin drottnanna. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, hann sem enginn maður leit né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki né treysta fallvöltum auði, heldur Guði sem lætur oss allt ríkulega í té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir af góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þér handa sjálfum sér fjársjóði sem góð undirstæða til hins ókomna og munu geta höndlað hið sanna líf. Þú, Tímóteus, varveit það sem þér trúað fyrir og forðast hinnar vanheilegu hégómaræður og mótsagnir hinnar rangnemdu þekkingar sem nokkrir hafa játast undir og orðið frávillingar í trúnni. Náð sé með yður.